Og í gang. Já, fyrir F. Komum í gang. Já, við erum komin í gang. Hvernig er bakhöndin? Bakhöndin hún er ágætt, en forhendin er betri. Og það er ekki örfendur eða svoleiðis. Nei, hálf. Hvernig byrjar að spila tennis? Í Amsterdam 1986. Klukkan 3 held ég. Já, við vorum komnir þar í sögu þinni, eða þú hafðir útskrifast úr tónfræðideildinni og hvert lá leiðin? Þá var til Hollands, Amsterdam, þar sem ég byrjaði að spila tennis og þar var fyrir valinu staður eða stofnun sem hét Institute for Sonology og þar höfðu verið á undan Lárus Grímsson, Hjálmar, ég held Snorri líka og það var í raun og veru 2 ár sem ég var þarna, það voru 2 síðustu ár sem að þessi stofnun var starfrækt. Þetta var ein helsta raftónlistastofnun í Evrópu. Hvað hét hún? Institute for Sonology, alveg saman á áðan. Ég sagði það. Og Það var ekki eftir því. Og þar... Ég var á ekki upptökunni. Og þar þar voru gömul tæki sem hafði verið notuð í einhver 20-30 ár og höfðu sinn sjarma. Á þessum tíma þá var að verða bylting í tækjum þannig að þessi stofnun sem var þarna á 3 eða 4 hæðum og hafði tölvur og upptökutæki og allt saman, það var hægt að kaupa tæki út í búð sem var kannski svona 2% af umfangi þessara stofnunar. Þessi stofnun var síðan lögð niður 1986. Sama ár ég flutti mig yfir til Finnlands og þessi stofnun var flutt til Den Haag í konunglega konservatóriið þar og víst ennþá til staðar hluti af þessum frægu tækjum þar. Hvernig tæki voru þetta? Þetta voru segulbönd sem voru notuð mörg í einu stundum til þess að búa til hljóð og vinna með hljóð, eitthvað sem erfitt að gera í dag með tölvum, þó að næstu allt sé hægt að gera í dag með tölvum. Það voru ýmis effektatæki, það voru bergmálstæki og það voru dílitæki og þetta var allt saman mjög stór tæki. Í dag þetta bara litlir tölvukaupar sem að gera þetta allt saman. Samanber þetta litla segurband? Samanber þetta litla segurband. En hins vegar má segja frá því að þessi hljóð og þessi tónlist sem var unnin í þessu gömlu stúdíum að hún hafði þann karakter sem að hefur í rauninni aldrei heyrst aftur en geymdur á þessum böndum og í þessum tækjum og jafnvel þó að reynt sé að vinna með þessi hljóð aftur sem voru unnin í þessu stúdíu, búin til í þessu stúdíu að það var mjög erfitt að endurskapa eða vinna með þessi hljóð. Þau hafa ákveðin sjarma og það er ákveðin hluti sem að gömlu meistararnir kunnu og kendu okkur að vinna með og þetta nú samt sem áður að koma aðeins tilbaka, menn vilja fá svona meira analóg hliðrænt sem vond þýðing á því orði og þannig að þetta var svona ákveðin tímamót sko bara í vinslu með elektrónisk hljóð. Voru þið líka með Sound on Sound? Sound on Sound var komið þarna og það nú svona mjög einföld útgáfa sem menn gátu nú keypt sér á 2 rása segurbönd en tæknin var í raun og veru, hún var löngu orðin til áður þetta var. Þetta voru menn að gera gjarnan með sko 2 segurbönd í staðinn fyrir 1 voru að bangsa á milli voru búin að gera í áratugi áður þetta Nú ætlum ég að segja leyndamál sem ég varðveitt. Hérna upp á lofti í stóra herbygginu þar smíðaði ég stúdíu. Það tók mig 5-6 ár. Trúir í því? Já. Þetta orðið á hverju heimili núna stúdíó en kannski ekki heimasmíða. Nei, þetta var allt svo stórt sko.
og það voru stúdar upptökutæki og senna þessi hljóðnumar og flíl og ég veit ekki hvað og allt hljóðungræði og gólf og ég samti svona verk, þar sem ég var að fikta við það, svona konkrétt verk. Og hvar fyrst þú stúder, spyr ég nú bara? Frá Austurríki. Já, ok. Þetta tók mig mörg ár, en ég hafði mjög gamla. Ég skilði alveg fullkomlega. Þetta bara sem orðið standard í dag. Það þykir ekkit sjálfsagðara en á hverju heimili sér til lítið stúdíó sem nú vilt bara til í hverju tölvu og menn læra að vinna með hljóð og tónlist, svona jafnlega því að vinna með einhver ritvinnsluforrit. Ja. Það var þá í þessu institúti sem þú samtir fuglaverkið. Já, þar á meðal sko. Þar á meðal. Við vorum mikið að vinna með konkrétt hljóð og ég ferðast hér Ísland og hljóðritaði vatnarhljóð og þetta var sko 1984. Já. Og bjó til nokkuð verk með íslensku vatnarhljóðum, þar sem þau voru sett í gegnum evrópsk tæki og unnin og til dæmis var kennari þar sem hér Tón Brynjels sem kendi okkur ýmis trikk sko með því að búa til hljóð sem kallaði aðferð sem kallaði interference sem að maður meðhöndla hljóðun ákveðin einföld hljóð ákveðin hátt og úr varð þvílíkur hljóðmassi. Þetta ekki hægt að gera í dag með tölvum sko, en það hægt að gera með 2 segurböndum, stereosegurböndum. Skrítið, það skulle ekki vera hægt. Já, það þarf svona, það hægt með góðri kunnáttu á tölvu, en svo annað sem kemur líka sem hjálpaði til að gæðin á tónböndunum voru öðruvísi. Og þegar þú blandaði saman 2 hljóðum á tónböndum þá það í raun og veru öðruvísi heldur en að blanda saman 2 hljóðum á 2 hljóðröðum sem í tölvu. Ja. Þetta einhver skýring sem að margir tæknimenn vita af og notfa sér oft á tíðum sko. Heyrðu þú munin á analóg og digital? Já, stundum sko. Það fer eftir hvernig hljóðin eru sem eru á. En það hefur nú oft verið sagt að hljóðin sem eru unnin með segurböndum að þau séu ákveðin hátt mýkri, það séu öðruvísi dýnamik. Hún sé svona ákveðin hátt segurböndin séu eins og við köllum það svona vottur af kompression og limiter sem þýðir að böndin þau eru með svona jafnari hljóðform. Ekki eins svona mikla toppa. Já, ekki eins mikla svona lág og há. Þetta eitthvað sem við töluðum oft það að móta velinn á böndin á þess að bjaga soundið. Þetta ekki þetta að gera í tölvum í dag. En þú getur notað ýmis konar kompressor og limitora en þetta var svona ákveðin kunst að móta inn á böndin með þeim hætti að spila eins hátt inn þannig að segulagninnar í böndunum gátu tekið við þessu á þess að ruglast sem þýddi þá að það bjagaðist. Og þetta mjög spennandi og svo var sjálfsögðu voru allir magnarar keyrðir með lömpum eins og hér sagt var sem var náttúrulega allt annað kvalitet heldur í dag en gæðin í dag eru samt ótrúlega fín sko. En þetta voru svona vinnuumhverfi og vinnuaðferði sem við læriðum sem voru komnar frá Stokkhausen og öllum þessum frumkvöðlum Kölnarskólinn og þannig að þetta var mjög gaman að kynnast þessari aðferðafræði sem að tíðkaðist og það alveg full ástæða til þess að endurskoða í raun og veru vinnsluaðferð með rafhljóð og raftónlist í dag með þetta í huga. Ég má monta mig meira. Já, ég má monta þessu, tegum við þér. Jón Nordal sást að lítur á klukkun. Alveg dæmi gert fyrir þig. Þetta ævot sko, stjórna mínu lífi. Já, þetta var Apple úr. Já, þetta Apple úr sko, það allt skráð hérna inn í þetta. Ég skil. Voðalega ég aftarlega á meirinn. Já, þú ert með eitthvað segurband hérna. Venjulegt fólk tekur þetta upp á símana, ekki einhver segurband. Já. Þannig að nú komið. Ertu að lesa tölvupóst? Já. Þú ert svo framand orðin. Ég ætlaði að monta mig. Já. Jón Nordal sá ástæðu til þess, ég held skólaútskrift
1970 og tilkynna samkomin í Háteiskirkju að það nemandi skóla segðu það með fyrst elektrónska verki sem nemandi hjá honum eða í skólanum og það var bara eða reynlegur. Já, sko til. Já. Sem nefandi í tónu. Já, svo er allir að skrifa ykkur sögu elektrónska tónlistar í Íslandi, ég minnst á mig. Nei, það er náttúrulega ber ekki vott góða, gott verklag, ef þetta er rétt. Ef þetta er rétt, þetta var spilað út, Já, það er skemmtilegt. Ég var með tónlist í barnan og ég kendi talandi fugla og náttúrulega og ég tók upp eitthvað og lógu út í móa og syngdi í útvarpið sko hvernig ættu að vera mannablega hljóðið aftur og bak áfram og döfaldað og svo kom tónverk eða hljóðverk sem ég heit út meini fuglinn. Já. Það er skemmtilegt, það er að halda þessu til haga. Þetta er einhvers staðar í Kvossum. En af hverju voru að leggja niður institútið? Þetta var hluti af háskólanum í Utrecht og þetta var orðið gamaldags og teórían, menn það var að vera svo mikið bylting að menn vildu fara að fókusera á fleiri hluti. Þetta var í raun stofnun, það voru nokkra stofnanir, það var STEM líka í Amsterdam og svo var líka EMC í Stokkólmi og IRCAM í París. Og þetta voru allt stofnanir og það breyttust allar og EMC í Stokkólmi náttúrulega lagði næstu upp laupana. Af hverju? Já, það var bara þeir voru ekki nú góðir í að uppfæra sjálfa sig. Aha. En talandi IRCAM, þú sagðist að hafa komið ángað? IRCAM? Já, ég hef komið ángað nokkru sinnum. Í París? Já, IRCAM í París, sko. Já, ég að segja það. Já. Bara svo áhverjandi vitu hvað við erum að tala. Já, París í Fraklandi líka og Frakland í Evrópu. Og þetta í Pompidou Center? Já, þetta það, sko. Já, ég kom það nokkru sinnum. Meðanjarar? Já, og einmitt að fara þarna í desember aðeins. Þetta merkileg rannsóknarstofnun, hljóðrannsóknarstofnun, en hún og hefur gefið af sér margar uppgötvanir, forritunarmál og annað slíkt. Ég til dæmis byrjaði að forrita á sínu tíma í máli sem heitir Lisp og það kom einmitt frá, það var einmitt IRCAM og kanadísk stofnun sem að byggu það til og það hét Le Lisp á frönsku. Í Toronto? Ekki Toronto, nei, Montreal. Ég man ekki hvaðan það var, þetta er 1986 þegar ég byrjaði á þessu sko. Það er alveg ótrúlegt hvað þessar hugsanir breytist rætt út sko. Þorkell var í stúdíu í Illinois. Já. Það var mikið center. Jolly Good Friday, hann samdi það þar. La Jolla. Þetta var eitthvað svona, já. Já. La Jolla, þetta er spænska, eða ekki? Jú, þetta er eitthvað. Þetta var Jolly Good Peace. Jolly Good Friday, eitt annað sem að gerði, sko. Nei, það var La Jolla Good Friday. Nú var það? Já, föstudaginn langa, hann samdi það föstudaginn langa. Láttu mikið vera að leiðrétta þína sögu. Nei, þetta skólast til. Svona heyrðum við þetta einu sinni. Hvað segir þú? Þú er svona ungur og tæknivættur. Við spilum þetta á Erkiti, það var nú tónlistahátíð sem við gerðum nú saman einu sinni. Jú, segðu okkur frá henni. Það var nú þannig að þá var tónlistastjóri út á sig Guðmundur Emilsson og ég hafði mikið áhuga að búa til tónlistarhátíð með raftónlist árið 1994. Þú talaði við rétt af mann. Og það varð úr eftir miklar og langar samningarlótur að við myndum standa saman að þessu, Ríkisútvarpið og Erkitónlist sem fyrirtæki mitt og kallum þetta Erkiti þínu uppástungu. Já, reyndar. Það rökk bara út þér. Já, og þarna þetta var henni fyrsta... Hvernig manstu það? Það er svo stutt síðan. En hérna... Þetta er ekki 92 eða hvað? Nei, 94. Já. Nei, sem við vorum að tala saman. Hæ? Sem við vorum að ræða þetta. Já, við byrjum 94. Já, með hátíðina. Já. Það var nú eins og þú sagði langur aðtarandi. Já, þannig. Það var einhverja nokkra vikur, sko, en það var samt langur aðtarandi. En það var úr að við ákvæðum að snúa bökum saman og búa til þessa hátíð sem var fyrsta raftónlistahátíðin á Íslandi.
og þarna fengum við til dæmis eins og Atla Heimi með okkur, pöntuðum verki á Magnúsi Blöndal og vorum þarna með á Sólon Íslandus eins og þá vorum með þarna 2 daga hátíð, bein útsending, Ég maður það. allt hljóðritað og góð kynning á Atla Heimi, mjög vel og hérna Og sendt út sögðu. og allt sendt út. Og þetta var svona, var innspilling, við reyndum að panta veikumættir, reyndum að panta ný verk og þarna voru allskins tónleikar og þetta var mjög vel sótt, það var tróðfullt dag eftir dag, þessar 3 daga og þessa hátíð voru við með held ég bara 3 sinnum, heldum hana. Akkur hætti hún? Já, 98 var það fyrst síðasta hátíðin og sem við heldum og svo árið Héldu útvarpið áfram með ykkur, 98? Ekki 98, þá vorum við, já og eitthvað var það var eitthvað samstarf 98. Síðan árið 2000 þá var ég nú tekinn við sem formaður tónskáldafélagsins og þá vorum við með mjög stóra tónlistar stóð ég fyrir 3 með tónskáldafélaginu, þá stóðum við fyrir 3 stórum hátíðum það árið. Fyrir utan það þá tók ég við og mín stjórn tókum við Myrkum músitugum, þannig að það var komin ný hátíð í spilið og við breyttum henni strax þessari hátíð. Myrki músitugum var á 2 ára fresti, það var minnkandi aðsókn og það var minnkandi áhugi og menn sá bara þessi hátíð var að þurrkast út eins og var að gerast með margar hátíðir í Evrópu. Það var svona skortur á ákveðnu endurnýjunarafli, þannig að við ákvaðum bara stjórnin að breyta til og það var bara lagt upp með það að nú skildum við hætta að hugsa einhverja listræna stjórnun, við skulum bara opna þetta. Við viljum frumflytja íslensk verk, það var mottóið. Og við ætlum ekkert að fara í einhverjar dómnefnda stæla, við viljum tryggja góðan frumflutning á nýju íslenskum verkum. Og niðurstaðan var svo að unga fólki tók við sig sem var horfið, streymdi inn, kom með verk og byrjaði að flytja og frá fyrsta degi þá byrjaði hátíðin að vaksa mjög hratt og henni var breytt í árlega hátíð og það var nú fyrir algjöra tilviljun að ég tók nú við félaginu 99 minni mig og þá var framkvæmdastjóri sinfóníunnar Þröstur Ólafsson og hann var nýbyrjar þá líka, þannig að við vorum svona báðir að byrja í okkar stöðum hérna og svo eftir fyrsta myrka þá fyrir við að gera upp hátíðina eftir hátíðina 1999 sem ég held að hafa verið fyrsta 98 og ég kem á skrifstofuna svo ætla bara að gera upp það sem var óuppgert og svona og hann þekkti nú ekkert mikið um þetta, ég held nú að hann vissi til dæmis ekki að þessi hátíð var á 2 ára fresti sem ég reyndar vissi og svona í lok uppgjörsins þá segir hann við minn og hvenær svo hátíðin á næsta ári og ég sagði bara í janúar og þar með var þetta árlegri hátíð. Það var nú ekki flóknari það. Nei. Og við þökkum Þresti Ólafssoni fyrir þetta frumkvæði. Ég skil, en var það symfónían með? Það var symfónían með, alltaf með. Og það merkilega við að við þurftum að fjármagna með styrkjum frá ríki og borg og samningu við Ríkisútvarpsins og það merkilega við þetta að það tók engin eftir þessu. Þannig að hátíðin Myrki músíklega var þar árlegri hátíð, raun og verið á þess að nokkur tæki eftir nema við sem að stóðum að henni. Já, þetta er svona dæmigert vísinda aðrygg. Eins og pensilín þegar það var eitthvað. Já, þetta er bara, við fylgdum bara flæði, við vorum bara í flæðinu, þannig að við fylgdum bara straumnum. Auðmingið þröstur að býta þetta. Nei, það var mjög mikil ánægja og áhugi hjá symfóníinu og öllum að taka þátt í þessu og ég er ennþá í raun og veru. Þannig að þetta var bara í besta mál. Þetta eins og sagt þetta bara átt að gerast, átt að vera svona. Þetta var svona skemmtilegur útvarp, verið að segja. Vildi ég sagt að nú, við töluðum líka síðast Holland svolítið og músíkum okkar einn. En þú er ennþá ekkert, þú tímabundni maður, þú er ennþá ekkert sagt okkur frá Finnlandi, ég er alveg ógulega spenntur að heyra það. Já, ég fór það beint
frá Amsterdam til Finnlands úr námi og ætlaði reyndar ég sótti hérna og ætlaði nú reyndar að fara að vinna bara og var búinn að vera í skóla of lengi að mér fannst en vissi ekki að ég ætti eftir að vera þarna ein 8 ári viðbót en ég fer þarna út og mjög heppinn að lenda á kennara sem hét Einar Jóhanni Rátavara sem var mjög eitt þekktasta tónskáld Finna sem lést núna fyrir skömmu og hann var algjör perla manni og við unnum mjög vel saman og ég gerði þarna bæði hljómsveitaverk og fleiri undir hans handleiðslu. Býta aðeins, hvernig myndir lýsa stíl hans? Hans Rátavara? Rátavara, hann var afskaplega fjölhæft tónskáld. Það var eins og þið sögðu í Finnlandi, það alveg sama hvaða stílbrot kom upp, hvaða stíltegundir, Rátavara þar alltaf fremstur í flokki. Þegar serialismin kemur upp, þá hann þar. Hann var ekki unglamb, þú veist já. Hann var ekki unglamb. Já, þetta 1986 til 88 þegar ég hjá honum. Hann hefur verið 60, hann átti kornungakonu, hann Sini, Rátavara og við fórum í gegnum bara svona hefðbundna teóríu og eftir 2 ár þá fékk hann 16 ára starfslaun þannig að hann þurfti að hætta sem prófessor og þá fór ég til Páfi Heininen. Þekki manninn. Já, og ég hafði mjög mikinn áhuga að fara og nota starffræði og læra forritun sem ég vissi hann kunni þannig að ég byrjaði hjá honum. Hann var gífurlega erfiður kennari, hann var klárari heldur en skrattinn sjálfur en hefði mjög ákveðnar svona skoðun af því hvernig var þetta að nýta tæknina sem að reyndist mér reyndar og hefur reynst mjög vel. Ég var til með að taka það fram í innskotum Pavo. Ég var beðinn að halda fyrirlestur í Helsinki og Pavo var líka með fyrirlestur og svo voru fyrirspurnir og hann hélt alveg ofboðslega tyrfin fyrirlestar á ensku sem var nú ekki hans sterkasta lið og mér ofbauð algjörlega að heyra mannin misþyrma tungumálinu og vera að reyna að tala svona ægilega háleit mál og ég spurði hann á eftir að því það var menn voru að hvetja fólk til að spyrja getur þú sagt til fáum orð hann var alveg steinis hann var svo virtur. Já, þetta var ekki hans stíl sko, en við tímandi sem ég var hjá honum svona fyrstu árið þá kom ég bara enga tíma og eins og við vorum flestir í en þegar ég var komin út í doktorsnám þá var ég fluttur til Svíþjóðar en fór einu sinni í mánuði þeir borguðu fyrir mig flug Finnarnir sko akademían þannig ég gat komið með ódýru fargjaldi og skroppið í skólan og þá kom ég heim til hans klukkan 10 morgun og var til 7 og ég held að við vorum báðir örmagna eftir þessa því að við tókumst verulega á ýmis málefni. Já, segjum tvei. Og en hann var samt maður lærði gífurlega mikið á honum því að hann að nota tæknina og búa til forrit sem semur tónlist það er mjög mikil hætta að fara að búa til rakettu tónlist því að tölvurnar eru svo hraðar og það er að gera svo mikið og allt þetta en alltaf þegar maður var komin út af einhverstaðar út í lofti sko þá bara kipta manni yfir á brautin aftur við erum að fara að búa til tónlist, við erum ekki í sirkus hérna af því að tölvurnar hafði hann húmor? Já, hann hafði húmor hann hafði ágætis húmor en við vorum aldrei sammála neitt sko, það var alveg ótrúlegt en ég held að við höfum báðir haft gott af þessu að eiga við þetta en hann las sem sagt forritunarkóðan minn á þess að vera með tölvur Það var alveg bráðsnjall, það var ekkert spurning. Töluðu það ensku eða finnsku? Við töluðum ensku, ég hefði nú ekki getað að tala þetta, það var nú ekki búið að þýða öll þessi orð, sko, eins og hlutbundin fólk. Lærðu þú finnsku nokkuð? Ég lærði svolítið finnsku, það var nóg til þess að... Hvað beinn, uksólut? Uksólut. Dagsólutta. En svo líka, var svolítið gaman, því að þetta var hann leiðbendi hann kendi mér að forrita á þess að vera með tölvu á þess að vera með bók hann bara var með blað og blýant og svo fékk ég fleiri kennara þegar ég var komið lengra og fékk ég fleiri forritunarkennara
En þetta var svona svolítið þessi stríða milli okkar sem var mjög gaman, við höfum báðið mjög gaman að þessu, þó þetta var mjög erfitt og tókust verulega. Nú hef ég ekki eins mikið samviskupið þegar það er stríða milli ykkar. En þannig að ég sýndi honum allan kóðan sem ég gerði og svo var forritið fara að semja sko bara mjög vitræna tónlist, þannig að það var ekki alveg hægt að segja þetta var forrit og hann las alltaf kóðan. Svo einu sinni þá hafði ég gleymt að setja inn eina funksjón sem var alveg kjarnafunksjón sem að ber saman hluti með aðstoð gervigreindar. Og hann að lesa kóðan, hann segir það vantar eitthvað hérna inn í, segir hann. Og ég sagði nú getur við aðeins strítt honum. Ég sagði neina, það vantar ekki neitt inn í, en vissi það var þessi litla funksjón sem var samt ákveðin samanburðarfunksjón. Og ég sá að hann alveg engdist yfir þessu og hann vildi nú ekkert mótmæla þessu og svo kemur næsta tíma og þá segir hann aftur það vantar funksjón og þá ég segi nú ætla ég að búið til virkilega spennu þessi neini það vantar enga funksjón og það enda á því að hann sá aldrei þessa funksjón en hann sá allt í kringum hann, þetta var svolítið eins og stjarnfræðingar sem að finna svarta hólu eða finna eitthvað í geimnum og þeir sjá ekki hvað þetta en þeir sjá allt í kringum það gefur til kynna það sér til þannig að ég á einhvern veginn eftir að sína honum þessa funksjón svona við tækifæri. Þú tvírulegur ég ætla bara að fá að skjóta því að þó ég hefði svona leiðilegu við hann á þessum fyrirlestri þá flutti ég verk eftir Pavó í Blómundal með nýjum vinsakansamból. Já, klæsilega. Það var ekki beinlínis aðalagandi verk, það var mjög þraut skipulag. Já, hann er mjög intelligent, hann gerir svona intelligent músík, sko. En það var mjög fínt. Og það ekki, til og með þekkir Jyrki Linjama. Já, ég þekki Jyrki, hann var skólabróðir minn, sko. Já, hann lærði á honum, flutti verk eftir hann í Tampere. Nei, Tapiola sem heitir Esbóð, ekki? Já. Og hann var vistar frumflutt og það var bara svona lítill Pavó. Já, Jyrki Linja, hann var mjög sérstakur svona svolítið einfari, sko. Já. Hann var við honum sama tíma og ég þekkti hann ágætlega, sko. Nú, en þarna lærði ég gervigreind, forritun og gervigreind og þeir kenndu mér þetta og sérfræðingur hann í forritun sem þeir réðu bara inn í skólan og hann kendi mér að forrita sem héti núna hlutbundi og þetta var ekki komið til Íslands og ég kom til Íslands 1990 og ég held fyrirlestur við tölvunarfræði til Háskóla Íslands og þetta og þá var þetta ekki einu sinni komið því að þá hafði ég fengið þetta gegnum kennara minn beint frá IRCA sem hefur verið að þróa þetta og ég gat bara að tala Object Oriented Programming sem heitir hlutbund, það var ekki búið að þýða neitt af þessu og sem er núna bara staðall þannig að þeir voru mjög framalega finnarnir og kennararnir þeir gáðu okkur nemendunum tækifæri til þess að kynnast í allra nýjasta það var engin feluleikur, það var ekki verið menn voru ekki að setja sjálfan sig á stall sem kennarar heldur tókust nemendur og kennarar á jafnvægisgrundvelli þó að kennararnir væru náttúrulega komni miklu lengur og allt það. Já, þetta var í tengslum við Sibelius. Þeir inn í Sibelius-akademíunni, þeir réðu sem sagt forritunarkennara sem var gítarleikari reyndar og hann kendi mér þessar hlutbundu forritun mjög fær, hann vann líka hjá IRCAM og hefur gert mjög þekkt forrit sem heitir Patchwork sem er mjög þekkt og þetta var til þess að ég bara hófa að vinna mjög mikið í þessu og hef gert fjölmörg verk með þessu og ennþá að vinna í þessu forriti og rauninni bara rannsóknarverkefni núna sem að mitt fyrirtæki Var þú út með menn í vinnu? Já, það eru bæði listamenn og forritarar sem koma að þessu og við hefum verið að gera Miss Project, við gerðum Karmus Waves sem er svona tónlistarverkefni á listahátti núna í vor þar sem að dansararnir stýrðu tónlistarframvindunni og þetta má sjá á vefnum eitthvað þetta líka. Áttu hvað erindi við Listaháskóla Íslands? Á ég? Erindi, ég er búinn að vera í leyfi, ég tók mig frí núna þegar minn samningur rann út og með mjög stóra rannsóknarstyrki og ætla mér ekkert að kenna fyrir en í fyrsta lagi 2018 en hins vegar gerði ég undan tekningu núna þannig ég er að kenna eitt kurs við Háskóla Íslands, ég er að kenna forritun og tónsmíðar og það í tölvunarfræðideild.
og það mikill áhugi þar og þannig að landslagið að breytast allt núna en ég fekk mjög góðan stuðning frá Tækniþróunarsjóði sem að gerði mig kleift að ég þarf ekki að í raun og veru að starfa við neitt annað alveg fram til 2018 sko allavega og en ég með nemendur, erlenda nemendur bæði doktorsnemendur og aðra sem að koma inn í fyrirtækið og svo að tengjast. Veitu hvað fyrirtæki? Erkitónlist SF, það ennþá til. Nú það ennþá? Já. Og eins og við sögum áður oft vex leikur á litlu. Já, en það sko það líka sem mér finnst umhugsunarvert sko eins og við ræddum fyrr að mér finnst menntun á sviði tónsköpunar í Listaháskólanum þá vildi ég leggja áherslu á sérsviðin, ég vildi leggja áherslu á kvikmyndatónlist og þetta og bjóð til ákveðið umhverfi en stofnanir, ekki bara Listaháskólinn, heldur bara stofnanir erlendis eru svo íhaldsamar að þær vilja bara kenna það sem búið að kenna í 200 ár sko. Og við getum alveg bara, það er nægilegt að fletta upp í námskráni og þeir veit ekki betur. Já, en kennarar kenna oft bara það sem þeir kunna og það er líka vísbending það að skólakerfið, það er að segja sér kennslu í tónsmíðum, ekki bara á Íslandi heldur, að það er orðið allt og aftur allt samt. Þess vegna félst ég á það þegar Kristján Jónasson deildarforseti við Háskóla Íslands í tölvunarfræði var að stinga upp á þessu í vor. Ég sagði nei, ég ætla ekki að kenna neitt nema ég er með einstaka doktorsnema eða meistaranema á sérstökum samningum og sem er reyndar í vinnu hjá mér. En hann sagði að kenna bara tónsmíðar og koma með eitthvað nýtt inn í tölvunarfræðideild. Ég sagði ég skal gera eitt til hann kursuna. Og ég sagði við erum ekki að hafa neitt mjög marga, ég nú var að hafa kannski svona 7-8 í 10 hóp, það er svona alveg að kenna þetta og hann sagði nei, það verður ekki meira svona 15 eitthvað svoleiðis, en það voru rúmlega 50 sem skráðu sig í kursinn og hann er í gangi núna og það er mjög athyglisvert sem þýðir það að tónlistariðkun og tónlistarnám er í raun og veru eins og þetta í dag, bæði hérlendis og erlendis, er allt og gamaldags. Þetta hljómar eins og þú segist að flýja Listaháskólann? Nei, en ég vil bara fókusera þegar maður er komin á allavega minn stað í lífinu og minn aldur, þá vil maður bara fókusera á það hluti sem að höfða til maður og ég er mjög hrifinn að blanda saman tónlist og menningu og tækni og vísindum. Þetta er svolítið renisans hugsun og þetta er að gerast í háskólum erlendis, þetta er ekki að gerast í akademíunum. Þetta er að gerast í breskum háskólum, ég hef nú verið gestaprófessor í 20 háskólum út allan heim, þekki þetta nú ágætlega. Og þessi renisans hugsun er að koma upp núna og Listaháskólinn er ekki, allavega tónlistardeildin er ekki að fara þá leið sem að ég myndi vilja fara. Fórstu það nóstáttur? Nei, ég tók mig bara leyfi bara frá kennslu almennt og ég held að það sé mjög mikilvægt að ef að fólk er að stofnanir eins og Listaháskólinn eða Háskóli Íslands er að bjóða upp á einhverja menntun að það hafi eitthvað gildi og við tókumst mjög mikið á þetta í skólanum, í Listaháskólanum það að ef að þú ert að bjóða upp á menntun og þú ætlast til þess að menn geti athafnað sig í menningarsamfélaginu og megin áherslan er hljómfræði og kontrapunkt og tónlistarsaga og pákur og öndverður átnöðöld já, með handstiltar pákur þá ertu í raun og veru ekkert að bjóða þú ert ekkert að byggja eða þú ert ekkert að búa fólk undir tónsköpun í nýju umhverfi í öllu þessum tölvuumhverfi, tölvuleikjum eða sýndarveruleika eða hvar sem við erum, þá erum við tónlist og tækni. Eigið þið samleið til dæmis og þið verðum að tala um Listaháskólann, þú og Tryggvi sem er yfir skólann og menntaður í kontrapunkt í Vínaborg? Nei, það er ekki margir snertifleitir. Hann lærði fyrst og fremst kontrapunkt og er með vottor upp á það frá sínu skóla í Austurríki. En ég minna menn hafa gaman og að sjálfsögðu er hollt og gott að læra eldri fræði en þegar þú kemur út
í samfélagi eins og í dag, þá hugsa maður bara Leonardo da Vinci, Renaissance, þetta eru mennirnir sem að í raun og veru tengdu saman menning og listir og ef að menn eru svo fastir í fortíðina að þeir geta ekki opnað augun fyrir nútíðinni þá hverfa þeir þaðan sem að eru að leita af einhverju öðru eins og til dæmis samruna menningar, listar, tækni, vísinda og allt þetta og í dag búum við í mjög skemmtilegu umhverfi sem að í raun og veru við höfum aðgengi að öllu. Við höfum aðgengi að vísindum, upplýsingum, það þetta að læra kontrapunkt á netinu, hljómfræði, þetta eru til forrit sem að gera þetta og það svo margt sem að við getum nýtt okkur og þess vegna finnst mér mjög mikilvægt eins og til dæmis að taka á þennan kurs upp við Háskóla Íslands í tölvunarfræði, 3. ársnemar. Mjög áhugavert að prófa þetta og sko viðbröðin sem að ég sé og það sem að þau eru að gera lofa mjög góðu. Ég sé að við erum á þeim tíma sem að við eigum að stuðla að meiri samruna listgreina, vísinda, tækni og allt þetta sem að fylgir. Þetta í raun og veru bara okkar nútími. Já, ég get nú eiginlega ekki séð í fljótsbræði hvernig þú getur átt samleið með Listaháskólanum framvegis. Já, ég nú frekar, maður hugsa þetta fræðin hvernig á Listaháskólanum samleið með mér. Þessu var góð. Ég held að Þetta error sinnið assumption, sagði Einstein. Ég held að þetta sé raun og veru að skólarnir sem eru stofnanir og skólarnir byggjast bara því fólki, starfsfólki sem hverju sinni. Það ekkert flóknir að það. Skóli þýðir það. Já. Annars þetta bara stofnun sem í raun og veru sem fer að snúast sjálfa sig, hún ekki kannski í tengslum við það sem að gerast og ef að nú til dæmis nær allir sem að nú hef ég ekki kennt þarna í 2-3 ár síðan ég fékk þessa stóru rannsóknarstyrki og mér skilst að flestir þeir sem voru að kenna samhliða mér þarna eru farnir annað og þar á meðal upp í Háskóla Íslands og segðu mér hverju? Það eru eins og Hlynur Helgason sem var í myndlistadeild sem hefur kennt þarna og fleiri þannig að nú deildarforseta Kristján Steingrumur hættur og Mist hætt og fleiri, þetta svona ákveðna breytingar og það verða áherslu breytingar á þegar nýju stjórnendur koma og þá það bara þannig að þeir sem að passa við það og stefnu sem skólinn hefur hverju sinni eru þar en aðrir færi sig á það sérsvið sem að þeim hendar. Hvernig námskar á tónlistdeildarinnar í Stóru-Dráttur? Já, hún hefur breyst þegar ég tók við sem prófessor ég man ekki 2006 held ég og þá að fyrsta sem ég gerði var að breyta námskráni, gera hana meira nútímalegri, leggja áherslu og opna möguleika fyrir að menn getu samið unnið við kvikmyndatónlist og var í samstarfi við Kvikmyndaskóla Íslands og opnaði svona ýmsa möguleika, við vorum í samstarfi við leikhúsin bæði Þjóðleikhúsið og Leikfélag Reykjavíkur og þetta var bara mín tilfinning fyrir raun og veru umhverfinu, starfsumhverfinu. Ég var búin að vera formaður Tónskáldafélagsins lengi í 7 ár og var svona, maður sá hvernig myrkin músíkar voru að þróast, maður sá hvað var að vera að kalla eftir og það var að vera að kalla eftir nýjungum en nú nýju stjórnandar í tónlistadeildinni í Listaháskólanum að leggja meiri áherslu á þetta hefðbundna og það bara ákveðin lína sem menn fara. Aðrir háskólar hafa sýnt mikinn áhuga á því að opna möguleika á námi sem tengjast listum og menningum eins og sést í Háskóla Íslands. Þeir eru með deildir sem bæði tengjast eins og menntavísindasvið sem tengist líka listum og ýmislegt svona sem að gerast í þessu. Þannig að háskólaumhverfið svolítið að breytast. Ég reikna með að tónlistardeild Listaháskólans sé að fókusera meira á þann prófíl að leggja áherslu á eldri aðferðir. En ég hef nú meira áhuga á að nýta nýja tækni og meðal annars að vinna með ýmsum aðeim sem tengjast nýrri tækni eins og sem að gerist í tölvuleikjum eða í nýju tækniumhverfi.
Það liggur eiginlega í orða þinna hljóðan að þér hefur liðið betur undir fyrrum rektor. Ég ætla nú ekki að mér fannst Hjálmar, hann byggði skólan upp og hann byggðist mjög hratt upp, en ég ætla nú ekki að tjá mig um það. Þetta er hver rektor yfir sína stefnu og það er bara misjafnt hvernig í raun og veru stjórnendur taka á þessu, en í raun og veru getur akademía sem slík, hún getur aldrei stjórna því hvernig til dæmis hvernig þróun í listgrein, Hvernig fór listamenn hugsa? Nei, hún getur aldrei stjórna því hvernig menningarsamfélagi fungirað. Hún getur aðeins stutt við það og þá getur Eða siglt gegn því. Hún getur stutt eða siglt gegn því, en aðalega stutt við það með því að taka þátt í því með þeim aðalum sem eru aktífir. Og það skiptir mjög miklu máli að stofnun eins og Listaháskólinn og fleiri stofnun og allar deildir þar að séu nánu samstarfi við það sem er að gerast. Og ég veit að til dæmis Háskóli Íslands og Háskólinn Reykjavík, þeir hafa verið að vinna mjög, og Háskólinn á Akureyri líka, hafa verið að vinna mjög markvisst að því að tengjast betur því sem er að gerast, því starfsumhverfi. Til dæmis eins og með tölvuleikja bransan og það allt sem er eitt stærsti bransi í heimi, stærri heldur en kvikmynda- og tónlistarbransinn til samans. Og Nintendo heimur. Já, það er verið að opna fyrir námsmöguleika á þessum sviðum. Nú fyrir 10 árum hefur það verið óhugsandi, en það þýðir þessar stofnanir eru að fá til sín fagfólk og eru reyna að opna svolítið. Þetta er svolítið Da Vinci, þetta er svolítið Renaissance og þetta er bara mjög jákvætt, og ég held að það sé mikilvægt fyrir allar stofnanir að það séu tengslum við það sem er að gerast. Það er einangast ekki, og það er líka ábyrgðar hluti gagnvart í raun og veru stofnunum, gagnvart nemendum. Þú ferð inn og nemendur koma inn og borga marga milljónir fyrir nám. Þannig að þá þegar menn eiga að koma út eða nemendur koma út eiga þeir að hafa eitthvað í vasanum sem gefur þeim atvinnutækifæri og opna leiðir og gerir þá hæfari heldur en þeir sem ekki fara í slíkt nám. Síðast þurftur að rjúk út að þjóða sem menni vinnu og ég sé að þú ert alltaf að líta á klukkuna. Nú er tíminn, Já, það er ein spurning, ég skal lofa að halda þér ekki eins og síðast. Já. Ef að menn vilja nú kynnast tónlistinni, þú hlýtur nú bara að vera á netinu. Já, ég hef gert einhverja 12-13 diska, geisladiska. Þá má finna á Spotify og tonlist.is. Undir annarkvort mínu nafni eða Erkitónlist SF, sem hefur kennitöluna 68 10 85 0689. Hvað ertu gamall? Ég er 57 ára gamall. Hvað segirðu? Mér finnst þú alltaf verið svona 30. Já, ég er það náttúrulega. Þetta er bara blekking. Ég leiði mér að slökka á tækinu núna á kvæði þig. Já. Þakkaði fyrir að koma aftur í heimsókn. Já, það Og þakkaði fyrir mjög skemmtilegt skemmtileg vit. Já, en ég má heyra þetta án og segja þetta, er ekki? Nei, alls ekki. Það er allt live hérna, sko. Þetta er ekkert broadcast. Já, ok. Heyrðu, ok. Þú verður ekkert að ritstýra þessu, þú vitlaus? Nei, það er bara óþarf að sprengja allt í loftu. Það er alltaf að sprengja sótið í loftu. Nei, það springur ekki til þetta, vinur Þú múin að sleppa á þessu? Ég er að tala inn út af. Segðu bless. Bless.